svæði og eigi ekki að byggja? Það verður gert með styrkjum eftir á að laga þetta eins og verður að gera hér í borginni í dag með umferðaræðar að þá er verið að veita styrki til þess að bæta hljóðvistina einmitt út af umferðarhávaðanum við Hringbrautina og fleiri stöðum. Þegar að húsin voru byggðir á Kirkjusandi sem Ármannsfell byggði 3 hús, áttu öll að vera hærri og það búið að hanna það þannig. Þá benti einhver spillingur á það að þetta væri alltaf mikill hávaði sem í þessum húsum og það var kvartað ofan af þeim öllum og steypt mikil hljóðmar meðfram götunni. Í dag virðist vera algjör viðsnúningur, þú fara að byggja frá gangstéttar búnir með aðal umferðaræði. Og þetta er einmitt til umhugsunar með hljóðvistina, hvernig verður hún í þessum húsum. Það kallar á þessa lausni sem við vorum að sjá hérna áðan. Nákvæmlega. Kannski á bæta við þetta, sem Magnús var að tala um áðan, varðandi að steypa lagnirnar inn versus að hafa eins og Norðmennir með bara oft tíðum bara undir hólflötum og svo gifsloft. Að eins og við gerum þetta í dag, er náttúrulega verið að staðsteypa alveg rosalega mikið ennþá í Íslandi. Ég hugsa að þessi þróun hljóti að koma hér, eins og allstaðar annars staðar í Evrópu, og hægt að staðsteypa svona rosalega mikið og þá fara mér að skoða þetta líka að setja lagnir bara fyrir neðan steypuflötuna og setja svo létt gifsloft þar undir. Það er óumflýjanlegt. Og það hægt að steypa fyrir inn í hólflötu. Krosslíndu einingahúsin eru bara að ryðja sér með merkilega hrattir hús og það er ekkert sem heitir að steypa þetta inn. Það er nefnilega líka það, sko, ef menn ætla að setja þetta fyrir ofan niðurbyrð loft, þá hefur það áhrif á salarhæðinu þeirra húsa sem hefur aftur áhrif á skipulagið. Því deiliskipulagið eru settar ákveðnar hæðir á hús og skipulagið verður þá að taka tillit til þess að það þarf að auka salarhæðinu. Þetta er bara, sko, þegar þið hlutir tengja saman, sko, hérna er lokuð grúpa sem að horfi svona á brunamál. Þetta á anga í allar áttir. Þú varst með spurningu? Ég bara eins og þetta með byggingarhraðan og svona. Það hugsa sér afvikki, við erum í skýta veðri að leggja lagnir og það er ótrúlega kostnaður í staðan fyrir að geta lagt þetta utan á milli lofta. Það er alltaf mikið einfalt á líki vatnsljótunum og þegar við tala rör í rör. Það gengur ekkert voðalega vel að draga ömul rör í rör út. Það er ekki sem er afleiðing, það er verið að bora í þetta í dag og það er allt farið í fjandans. Ég meina ekki rafmagn á mín heldur mjög. Já. Við dælum smurolíu með sönnólolíu og losa það þannig. Þannig það eru tilvísnir á því. En þetta, mér finnst það vanta að við, eða þið sem hópur, fyrir að ýta á að kostnaðargreina frá öggu til grafa. Yes. Heildar kostnaðan og hætta allir að potast hér og þar. Við þurfum að ýta á mannvirkjastofnun að klára þessar forsendur fyrir samfélagi, öggu til grafa. Við erum að byggja hús hérna sem að endast í árhundruðir, takkið eftir því, en við þurfum að geta endurnýjað alltaf þau innan. Þess vegna eigum við að auka salarhæðin og eiga breytimöguleikana innan húsana og byggja inn í þau. Ég ætla að misnota aðstöðu mín og koma með eitt komment svona ímynda ykkur bara ég siti út í sal. Ég er að velta fyrir mér, maður sér miklu meira erlendis jafnvel í nýjum húsum að bæði rafmagns og ofnalagnir og annað eru fara utan á veggjum í íbúðum. Ég tek ekki svona eftir því þegar ég er þar en þetta virðist vera alveg svakalegt tabú hér á landi. Það verður að fela allt saman þannig að þú helst að brjóta niður alla veggi ef ykkur er að leka eða eitthvað bylur. Bara svona henda þessu hérna. Það væri áhverjum punktur á opnum undum að Arkitektafélag Íslands. Já, ég hef tekið þessu umræðu þar. Ég er yfirleitt hent út. Ég finnst athyglisvert að hugsa til þess í þessu samhengi, fyrir að maður er í söguhóttinu, að það er náttúrulega mjög mikil þörf fyrir svona vinnu á Íslandi, bæði vegna sérstaklega aðstæðna viður og svo fleira. En þrátt fyrir það, þá tókst nánast að leggja rannsóknarstofnun byggingariðina aðeins niður. Það sem það væri einmitt stofnunin sem ætti að blómstra og ætti að sinna nákvæmlega þessum tegundum að verða. Og vinna eins og meðferð. Skemmtilegar umræður sem fara hérna víða völl. Einhverju fleiri? Bara punktur hérna með lagnirna og sér utanleikið til lagnir. Fólk er farið að kvarta yfir í nýjum húsum þar sem það verið að hafa sameiginlega hitaveitu, lóðrétta. Það er ofboðslega hljóðbært. Já,
Það er bara, þannig að ég skil ekki hvernig þessi samþykka var hljóðvist. Nei. Að það skulle vera samþykkt, þannig að það heyrist alveg lettilega. Það er náttúrulega, sko, ég get tekið eitt dæmi, ég bjó í litlu fjölbýlishúsi út í London. Þeir hafði örugglega aldrei heyrt talað hljóðvist. Það er ekki komið í orðabókina hjá þeim. Sko, þar voru til og með baðherbyggi vegg í vegg. Og ef að ég heyrði konuna við hliðina þegar voru að skóla baðkarið innan. Þannig að þú veist, ef annar var konur nærraði þá gat hinn sagt þessu. Þannig að við skulum ekki svona ræða hljóðvist í sumum löndum, en það er einmitt margt í þessu, margt í mörgu. Ég ætla... Einhverjum punktur þessu umræðu þetta sá að er ákvæði reglugerð í byggingarreglugerð þar sem er að það er allar lagnir skulu vera aðgengilegar stendur einhvers staðar. Og svo eru allar steyptar inn. Þannig að tæknilega séð má ekki steypa inn nema það séu aðgengilegar. Ákveð túlkunaratriði. En þetta er búið að vera í seg. Það var virkilega áhugaverðar umræður hérna í morgun og mér langar aftur að þakka fyrir. Ég ætla að bjóða þakka ykkur fyrir að þið megið fá sæti eða þið viljið. Og ég ætla að bjóða Kristján hérna upp á svið aftur til þess að slíta þinginu. Já, þannig að ég bara þakka fyrir, ég byrja að þakka Önnu fyrir bara mjög góða fundastjórn og hélt ég launaveitunarnefndan og öllum fyrirlesurum og öðrum þáttakendum og líka skipuleggjendum sem komu þessu. Þetta búið að vera mjög rólegur fundur og ég taldi núna á það þátttakendur. Ég man ekki eftir hvað við höfum að fara í hátt áður en þetta er samt með því harri. Ég taldi 64 þátttakendur og það er á 12 konur. Þannig að þetta er allt sem var upplýð. Þannig að ég bara þakka ykkur bara fyrir komuna og bara óska ykkur bara góðar helgar og sjá þetta á.